Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og þemað hjá okkur að þessu sinni þetta Akureyrarvaka afmælishátíð Akureyrar en setning hennar í kvöld í Lystigarðinum í Rökkuró og meðal það sem verður gert þar verður reynda verið að afhenda viðurkenningar ef ég man rétt fyrir fallega garða hérna á Akureyri og auðvitað verið að búa til svona rómantíska dásamlega stemmingu. Ég eiginlega alltaf hugsa það akkur að giftir sig einhver á Akureyrarvöku í Lystigarðinum. En þið í hljómsveitinni Herðubreið, þið ætla að taka lagið. Segðu okkur aðeins frá ykkur kannski bara. Hvernig gerist þetta alls? Já. Varst það ekki þú sem heyrðir af styrknum? Jú, það mikið rétt. Uppbyggingarsjóður Norðurlands eystra. Og þér datt í að gera eitthvað og talar við okkur í skólanum. Já. Mér hefur lengi líka langað til þess að, þú veist, að hvetja konur til þess að vera meira í tónlist og spila tónlist og svona. Og þannig fann ég alveg kjörið tækifæri til þess að bara láta það gerast og búa til eitthvað svona konsept sem myndi styrkja þá sérstaklega söngkonur í að finnast þær vera eitthvað svona gildir tónlistamenn. Já, því við erum líka, við erum 6 og vorum allar að læra söng. En við ákváðum bara, við ætlum bara að sjá hljóðfæri líka. Þú veist, ég trommarinn, en það allir trommarar og þú spilar svona mest á bassann og við erum bara svona svissa. Þetta bara svona svo sirkus. Þannig að, og við erum bara einhvern veginn að pröfa okkur áfram og það bara svínvirkar. En við erum 6 talsins, það Anna Eyfjörð og já, ég get ekki kynnt þær sem einhverja hljóðfæraleikara. Anna Eyfjörð, Abba eða Arnbjörg Jónsdóttir. Svo Kristín Tómas og Rannveig Júlía, já. Hún svolítið föst á píanónu greið. Já. En hérna, svona, það alls konar. Þið syngið þau lög sem þið semjið sjálf? Já, nákvæmlega. Það hefur verið þannig hérna allavega núna. Þú veist, ég sem dæmi, ég kem bara með, byrjuðum þetta konsept bara sem 2 tónleikar. Það var bara partur af þessum styrk sem við fengum. Þurfum að halda 2 tónleika. Vorum með 2 lög á mann. Og ég var til dæmis með 1 sem ég samdi á píanó. Það var bara kem ég á æfinguna og við allar og ég spilaði bara fyrir stelpurnar. Og svo kannski ég með einhverja hugmynd, bara já, mér langar að fá bassa inn í viðlagið eða mér langar að fá hristu eða eitthvað svona sem ég sé fyrir mér. Og svo tökum við aftur og þá ég bara, nei, þetta ekki. Eða nei, bara aðeins hraðar, skilur, og maður svona heldur bara fram. Og þetta allavega það sem ég gjörsamlega þurfti að þegar ég var heima að semja, þá ég kannski á píanóið og hvernig á ég að fara því að spila líka bassann eða spila líka takt eskilíðið. Þannig að það gæti einhver annar að vera að sjá að dekka hitt og ég gæti svona að pikka út. Þannig að þetta bara alveg rosalega flott svona bara fótstig, skilur, í allavega að semja. Mér fannst þetta bara alveg bara eins og smjóra heitri hellu þetta var svona gjörsamlega, þetta gekk. Það lítur líka vera að þetta geta hitt annan og aðeins bara, ok, þetta það sem ég að hugsa. Algjörlega. Til þess að svona peppast áfram í staðinn fyrir að vera eitthvað einn í... Gjörsamlega. Við settum líka bara á fyrstu æfingunni. Það var þetta bara, það eru, 2-3 reglur. Fyrsta lagi bara taka þetta alvarlega, sinni þessu, mæta, láta vita ef það kemst ekki, lalala. Og ekki að þú ert að fara í mat til ömmuðinnar. Já, nákvæmlega. Við erum fullorðið fólk, þetta bara verkefni sem við ætlum að sinna. Og í öðru lagi bara ekki tala niður til þín eða neins annars. Ekki hérna, þetta nú bara eitthvað, eitthvað ástæðlega eitthvað, þú ert bara með eitthvað flott og hættu að ruglast, skilja, þetta bara flott. Ekki afsaka þig? Nákvæmlega, ekki afsaka þig. Og svo bara, svona bara til að hafa alveg hreinu þá, hver á hvaða lag. Bara þótt að hún hafi hjálpað mér, með bassalínu eins og í rapplæginu, skilur, þá á ég það, eða skilur, bara svona, svo sé allt svona hreint og fínt, bara svona. Og það hafa líka allir, við komum allir með input í lögin, en sá sem álagið, hann hefur náttúrulega sjálfsögðu alltaf lokaorðið, sko. Algjörlega. Og það einhvern veginn bara, það hefur aldrei verið neitt vesen, sko. Ég skildi ekki, sko. Það bara, já. En sem ásamt að vera eðlilegt, maður getur bara að hissa á því, sko. En líka kannski bara einmitt vegna þess að þið setið þessar verklagsreglur í upphafi, þá ekkert verið að flækja þetta seinna. Ég held það sé málið, sko. En eru þið ólíkir tónlistamenn? Eru þið á sömu tónlistarstefnu eða eru þið mjög ólíkar?
Já. Dios mía. Já, mjög, bara já, eiginlega bara mjög. Við erum bara ólíkar. Við erum bara ólíkar yfir höfuð, þú veist. Aldurinn okkar líka bara, svo það sé bara svona eitt mjög augljóst dæmi. Það erum við aldrinum 18 til 35. Já. Og við erum... Þú ert búin með framhaldsstig, ég var að klára grunnstig. Já. Í söng, skiljið, við erum á sitthvoru stigi. Já, ég svona mest í svona jazz og folk. Já. Þú veist, ég rappa. Kristín, já. Segðu mér samt aðeins frá rappinu. Hvernig kikkaði það inn hjá þér? Það var rapp bara ótrúlega töff og að sjálfsögðu finnst manni það og eitthvað svona. Þegar ég var lítil þá langaði mig að vera svona gellan sem að syngur við í lagið hjá rappara. Sem ég fannst það alltaf geggjað töff, sko. En svo var ég eldri og ég hugsaði bara, ég get líka að rappa bara líka, ég þarf engan annan rappara, eða skilurðu mig. Þannig að ég er bara eitthvað snilld en það gerist ekkert, sko. Og svo þegar ég býð fyrir sunnan þá strákarnir í Úlfur eru líka frá, við erum öll upp á Sauðárkróki. Og þeir heyri eitthvað í mér, bara, hvað ertu? Býrðu ekki ennþá niður í bæ, eitthvað svona, og casual og ég held þeir alltaf eitthvað að biðja mig að syngja. Og reyndar eitthvað í einhverjum bakgröndum og eitthvað og kíkja á þau í stúdíóið. Og þeir bara, heyrðu, svo er þetta parturinn þinn. Og þá var það svona rappartur í laginu Tarantúlur. Og ég eitthvað bara, já, ok, bara, leist ekkert á það en ætlaði samt að gera það. Og svo var þetta lag bara rosa vinsælt, bara svona sumarsmellur og við gerðum vídeó sem var Maggi leikstýrði og fékk einmitt vídeó, tónlistarmyndband ársins það ár. Og þá svona var ég, ok, bara þetta er ekkert mál. Maður er bara að kýla það, higgir saman tap og svo langaði okkur líka bara rosalega að hafa fjölbreytni. Þú veist, ég hefði helst viljað hafa bara harmonikku, skilur og jóðl og þú veist, við vildum hafa bara því skrýtnara því betra, eða því ólíkara því betra. Þannig að við vorum bara, ok, bara, þú veist, ég ætla að vera bara, ég ætla að reyna og þær voru bara, ok, bara please. Og mér fannst það svo erfitt. Manstu þegar ég tók þetta fyrst fyrir ykkur? Já. Ég var bara eldrauð. Og var bara eins og tómatur í framann og var bara eitthvað, ég er mjög léleg í að vera vandræðileg, en ég var bara, ég held ég myndi líða út af, sko. Yndislegt. Og þið ætlið að það gera bara allt milli himins og jarðar í kvöldi Listagarðinn? Já. Jóla? Við getum alveg bætt því inn, sko. Við getum alveg bætt því inn. Það er allt í lagi að sleppa því. Nú verð ég að gera það. Já, challenge accepted. Já, nákvæmlega. Hefði gaman að fá ykkur og bara verið gaman að sjá ykkur líka bara svona sýnilegri í sumar og ég vona svo sannarlega að þið haldið áfram á þessari braut og verið pínu trendsettarar í þessu. Þetta er takk fyrir okkur, kærlega. Takk fyrir. Kíkið endilega í Listagarðinn í kvöld en við höldum áfram í föstudagsþættinum hérna rétt á eftir.